Nei, Ég get ekki séð hana Halle Berry í Swordfish Halle Berry í Swordfish Já, bara þú She showed her boobies Það ekki það við Pínu Já, pínu Ég er ekki þar, mér fannst hún ekki sætt Manstu eitthvað Nei, hún er Það ég ætla ekki að segja Manstu eitthvað eftir Swordfish annað en brjóstin á hennu Hjólís eitthvað staðar var það ekki Búin að íta á record Nú, já Velkomin í þáttinn Björn, what's up Velkomin til 2007 Við sitjum hérna Davíð, Jabba the Slut og Tragic Mike Ég var að gleyma, ég ætlaði ekki að koma ef að Davíð var hérna Ég glemdi Tragic Mike Það er land sko Skál Kling, kling, kling Tragic Mike Hvað kom það? Eins og Magic Mike Já Vá, ég náðu ekki Fattar en maður Nice Já, það ekki nice. En hafið séð hérna Magic Mike, fyrstu myndina? Nei, ég sé bara Powderboy hérna Það er ekki sem myndina Powder Hvað, Hérna Arju gæðin hérna Já, nei, hann var með sjúkdóminn hann Hvað heitir þetta? Huge alopecia hérna, ég veit það ekki Hvað heitir þessi sjúkdómur? Það sem að verður alveg Albinói Albinói, takk fyrir Já, ok, Powderboy Tjekkja að flettu upp hérna plakatinu Powder í MDB Það sjáu þið Herri, hérna, Magic Mike er sko, þegar ég horfði á hana ég tengdi eitthvað svo mikið við hana Selgame eitthvað svona ég eitthvað bara sætugaur sem er strippari Ég veit ekki hvort og ég vill taka vera, þátt í sko, vill vera húsgagnahönnur Var það líka? Var það plottið? Það er plottið Skrifaði þú handritið það? Það er plottið á myndinni Í alvöru? Já Wow, too many similarities Já Ég var líka bara Ég tengi Ég tengi Ok, nú mun þetta nafn festast við þig, sko, Tragic Mike Já Nei Þú er ekki að segja þetta Það er ekki eins og ég hafi séð hana, sko Temu útgáðan á Magic Mike, sko Ói, hvað leðilega Byrjum þetta bara á ofbeldi hérna Getum við byrjuð á byrjun Getum við delítað þessu Bíp Nope Kemur ég tilbaka með glóður og sprungna vör Oh my god Ég fekk spurningu um daginn að þegar maður er að horfa á kvikmyndir og okkur svona að hver er fullkomnasta manneskja sem þið hafa séð í kvikmyndum bara svona Karakter eða útlýslega? Útlýslega Wow Ég var með sko hérna Jessica Alba? Nei Ok Megan Fox í Transformers Ég fór strax þangað Hún var enda rosa flott Ég fór strax þangað sko já. Og ég var líka með haustum sko hérna Angelina Jolie, Tomb Raider Wow, já Veist Já. Það var hot Hvað heitir hún hérna? Það er með Ken í Barbie Já Nei, hérna Halle Berry í Swordfish Halle Berry í Swordfish Já, bara þú She showed her boobies Það ekki það við Pínu Já, pínu Ég er ekki þar, mér fannst hún ekki sætt Manstu eitthvað Nei, hún er Það ég ætla ekki að segja Manstu eitthvað eftir Swordfish annað en brjóstin á henni Hjólís eitthvað staðar var það ekki Hún lappaði út úr hjólísinu Nei, annars nei Það var örugglega eitthvað annað I don't know Nei, það var Hugh Jackman sem lappaði út og hún eitthvað svona var í Solbæri Já, var eitthvað þannig, já Okkur var hann í Solbæri Var Hugh Jackman, var þetta ekki John Travolta eða eitthvað? Hugh Jackman var ekki í Swordfish Jú Jú Ok, debunking is on Talaði saman á meðan ég debunkaði þetta Hann var hérna tölvugúrú Já, mér rámar eitthvað í það Hugh Jackman Hacker Man Ég feg bara dýri Swordfish Hann var með svona 20 skjái Já, alveg rétt Hann var í henni maður Og John Travolta, sko Ok, hann var vondikallin Ég maður það ekki Debunk this, motherfucker Gæin sem skrif Vá, hefðu tekið þessu handriti I just wrote a movie called Swordfish What's your name, writer? Skip Woods Skip Woods
Skippity Ohio Vá, Skippity þetta Ohio. er slæmt nafn, maður. Var Hugh Jackman orðinn frægur 2001? Ég held að vera ennþá íþróttakennari þá Þetta meikaði nörglega sko Já, 2001, var þetta ekki svipað þegar hann var hérna í vampírumyndinni hérna Van Helsing og eitthvað nei, það er svo langt síðan Já, Velkomin í kvikmyndatalk Já, þetta endar alltaf það að Birkir vill low-key vera með kvikmyndapodcast sko. En það eru bara svo mörg Þess að þið gerir bara research on the fly bara Já, bara á staðanum já, fuck Byrjið it bara að tala um eitthvað Já, maður Það er reynda geggjað Pítu X-Men Ascended 2006 Van Helsing var 2004 Já, X-Men var 2001 Sko Nei, á 2000 Já, ok, Stupid. Ég- Ok, hann byrjar að leika 94 þá hætti hann að vera íþróttakennari Já. En hann meikar það þannig að 2000 Já. Sem er Wolverine Jesus Hann kom bara hérna viku fyrir í Wolverine Já, Það var einhver annar hérna sem var kastaður sem er vondikallinn í Mission Impossible 2 Hann þurfti að hætta í X-Men sem Wolverine til að vera vondikallinn í Mission Impossible Uppáðsmyndina Spyrkis Já, fucking hata hana maður. Ég myndi reka agentin minn þarna sko Sákall hefur bara ekki Ég veit ekkert hver þetta er Nei, Já. nákvæmlega Doc Ray Scott Já, maður Já. Hann átti að vera Wolverine Já, veistu að hann hefði betur átt að láta Mission Impossible 2 vera og Já, hann hefði nú alveg getað verið cool Wolverine svona með við lukkið á hann sko Svo, hann, Já, En Hugh Jackman er samt þú veist, hann á þetta bara já, já Erfitt að ég myndi svona annan sko Herru, við ætlum að tala um umöðlegar ofurhetjur sko. Já, sem að Wolverine er sko klálega ekki, hann er geggjaður Já Top tier En gott flæðið inn í Já, þetta það Það gerist eiginlega bara óvart Já, Frá Swordfish yfir í Wolverine Og nú höfum við 5 mínútur til að tala um það Let's go Herru, hafið séð hérna Superman trailerin, nýja Já. Já Hvernig finnst ykkur Crypto? Ég er núlspendur fyrir Crypto Núlspendur Þetta er svo mikið gimmick Þetta er svo En Ég hata þess að ofurhetju Já Birkir er að standa við áramóta heit núna Hvað? Verður jákvæður? Nei, hætt að tala um hundin Crypto heima á sér, hvað hann er pyrrar á honum Já. og koma að tala um það í podcastinu Ok, Það var í síðasta þætti Já. þegar ég var með áramóta heitinu frá Já, konunum já. ykkar hún, eins og konan Birkir sagði mér drullu sama hvort að hundina Superman sé cool eða ekki Hann er ekki cool Hann er ekki cool Alls ekki. Sko, ég er mikil James Gunn maður sem er Já. leikstýra myndinni Þú veist, hann verður að gera þetta rosa rétt ef þetta á að virka með hennar fokkin hund Ekki nema target audience sé 10 ára sko Já, getur verið Sko, þú átt hundadalið, ekki? Geta þeir þetta sem að, nei Jú, þú draga mig reglulega þegar ég er dett Sko, niður áfengistöðva. og draga hann í byrjum Skilur það svona ferð á barinn og þeir bara býða fyrir utan Já. og svo kemur það bara út Svo draga hann Track mig Daddy home Nákvæmlega Já, flautar og Ein ástæð fyrir að Davíð á 2 hunda en ekki einn. Já, einn ræður ekki við þess að He got heavier with the alcohol Hellis áfengi sem bætir á mann Rannarkvort 2 svona eða 1 cheffer Ég hvað bara Já, 2 svona Já. Já, veist þið svo, hérna, hundar eru bara hundar Veist þegar sjá einhvern verða ógslæstir Já, en þegar fucking Crypto er með ofurkrafta, veist, og leysir sjón og allt þetta Hvað ætlar hann að gera þegar hann hoppar á einhvern? Fyrir gegnum hann einhvern venjulega Já. mannesku Satt Ég meina hann getur fellt niður ljósastöru bara með því að dilla skottinu sko Nákvæmlega, eða choppa lappirna Já, nákvæmlega Hann er svo Ah, my shin Nákvæmlega. Svo þetta er mjö heimskulegt Myndi að sleikja af ykkur húðina Já, Bara kinnina bara Oh my god passi ykkur á Crypto It's like sandpaper Svo slikti andlitið af honum Í bara, svona klippa neglunar á þessu kvikindi og síðan sko, veist, þegar hann verður, veist, eins og Superman þegar hann verður æstur, þá hérna kemur leysursjónin, sko, Já, já og hérna ef hundar verður æstir veist, þeir veit ekki neitt Sleppur enginn þeir fucking, veist, þetta er svo heimskulegt Ég er peppað fyrir myndinni en ég er 0 peppað fyrir að sjá hundin Já, Því ég held að hundina eitthvað að gera myndina svona að hún ætlar að draga myndina úr kannski 9 sem hún hefði getað verið eða eitthvað því að kastið ekki ekki já, getur dreigja hana alveg úr 9 niður í 5 sko. já. Bara einn hundur Það þarf ekki mikið til að eyðileggja mynd, sko Já, þetta er target audience greinilega sko og þú getur ekki gert eitthvað dark út úr þessu sko sem að við viljum sjá Nei, já, en þetta verður mjög Kúl ef að hundurinn er bara crazy
Það getur verið cool. Fær hundaæði og bara Já. byrjar að höfpast á Hvað heitir svo mynd þetta með hundinum? Cujo Cujo? Já. Bara Hérna, ert þú með einhvern flottan eða lélegan? Já, ég er með já, sko þetta var alveg rabbit holes þegar maður byrjar Ég veit það að fara í svona, ég fóru bæði yfir marvel.com og dc.com og eitthvað svoleiðis og skoða fullt af karakterum og hérna, já ég komið fyrst hérna Mr. Immortal heitir alveg Craig Hollis 1989 hann stofnaði sem sagt The Great Lake Avengers eitthvað svona overtihóp funduð þið það? Nei. En ég veit, hann getur ekki dáið sko Jú. Hence the name Já. Hann er alltaf að reyna að drepa sig Það er bara that's it sko Já, hann uppgötaði sem sagt að hann væri með sofkrafta eftir margar misefnaðar tilraunir til þess að skjóta sig og drepa sig hann var alltaf að reyna að kála sér og þetta er í rauninni eini krafturinn hans hann er bara notaður sem human shield alltaf þessi hópur af sveið þá er hann bara sendur inn til að skjóta Ef Davíð getið tengt ykkur ofurhetju það væri að þessi þess að koma bara með það fyrst Já, sko. ég feila á öllu meira að segja þessu sko ég tengi svo vel ég er ekki suicidal krakkast en er ekki hérna ég er ekki Sjálfsvísbóksin í Svíþjóð Oh, I like that Hver manni getur því fyrir nokkuð þáttum Don't bring that up En er ekki, er þessi ekki ofurhetja hérna, hann er ekki með neina ofurkraftaða neitt Nei, hann bara getur ekki dáið þetta er það eina sko hann er ekki bara daggaur eða þú veist, getur ekki flogið ekki neitt annað, það er eina sem hann lifna bara alltaf aftur við Ég verður bara til í það sko ekki sem ofurhetja, það er useless ég myndi ekki svo reyna á ofurhetja ég myndi bara go about my day og ekki deyja Já, bara lappa út í umferðina og svo hægt að hlýða They'll stop, ef ekki, I'll be fine Lifrin þín myndi allavega að þakka þér Já, reyndar, true Ég er með aðra ofurhetju sem sko ég hugsaði Davíð líka Wow, ok Not in a good way Leatherboy You idiot Leatherboy Ég fann þennan líka Fannstu þennan? Hvað er Leatherboy? Það er BDSM-gaur sko sem sko Hann er í svona gimpbúning Já hann er svona BDSM Ekki er þetta frá okkur alveg fyrirtæki? Jú Ég man ekki hvar Ekki svona Marvel eða DC? Nei, þetta er svo að er þetta ekki Dark Comic eða eitthvað Já Skrifa þetta ekki niður sko. Nei, þessi var líka í Great Lake Avengers Já, Leatherboy já þetta var Marvel Shit Og hann hafði ekki heldur ofurkrafta Hann hérna hann sem sagt svaraði hérna svona ad í einhverju blaði og eitthvað BDSM og datt inn í þetta allt saman Hann mætti bara óvart og það var bara alltaf einhver miskilningur En svo er að finna að þau gáðu hann bara starfið að svara í síma og skrifa tölvupósta og eitthvað og hann er bara genuinely happy to be there bara þú veist Team player Gimp boy, einhverju leatherboy Ói maður Þetta var svo twisted maður Marvel að pröfa sig áfram fyrir má nú vera Þetta er ógæðislega fyndið sko En ég er með eina svona ofurhetju sem er ógeðslega vinsæl Ok Gambit Já, ég skil ekki vinsaldið Nei Það minnst hann ógeðslega óspennandi Hann kom loksins í hérna Deadpool Deadpool Wolverine Spoiler alert Það var bara af því að, hvað heitir leikarinn aftur? Channing Tatum Já, hann Tragic Mike Já, alveg rétt Hann er búin að vera obsessed með hann Nei, sko, út af því að Hann átt að fá Já, hann fekk hlutverki fyrir 10 árum Já og þess vegna í myndinni segir hann að hann hafi fæðst þarna Hann fekk aldrei sjens til að verja heiminn sinn Hann fættist þarna okay. I think I was born here Já, ok Það er svona nörda Já, ok Ég er bara, hann sagði þetta maður Ég er svo mikið nörd sko. Og ég satt til hérna og ég svona I have no clue why he said Good for him En mér finnst þetta svo asnalegu kraftur Hann er með fucking spil Já Já Þú ert góður í póker og springi spil How? Já Hvernig? Ég var eins og góð með spilið að setja á hjólið mitt svona Classic Já dekkin? Já, nostalgic maður Með hérna Klemmunni, flottaklemmunni Akkurat
ógeðslega annoying Ógeðslega cool. Já, þetta var mjög cool. En já, ég sammálaðir, ég alveg sé gaur á YouTube við erum með svona venjulega spilast og eitthvað skera gúrkur í tvent og eitthvað skilur já, ok, þetta er impressive, en overhitja, nei Jó, sérstaklega þú getur sprengt spilin, sko en mér finnst þetta alveg bara svona Þetta er mjög óspennandi ég skil ekki okkur hann er svona ógæðslega vinsæll Ekki heldur Nei, ég veit ekki Spilafíklar elskar hann Já, nákvæmlega Hann er svona 50 gambits í Las Vegas sem labba bara bara, já Já, Gamblers Anonymous hate him Já, nákvæmlega Ertu með, þetta ég geti örgulega verið búin að hitta á einhverja sem þú ert með, sko Alveg ábyggilega, sko Það var alveg einhverjir sem að við töluðum síðast Við tókum hann að smá sirpu eins og með Doorman, var það ekki? Töluðum við ekki hann síðast? Ég með Doorman, nei, við töluðum ekki Var það ekki? Nei. Vá, þegar ég var að lesa hvað hann þá rifjaði það svo upp fyrir mér Nei, ég var með, sko, Colorboy Já, Colorboy, einmitt, ég fann hann líka En já, einmitt, Doorman, that's it Hann býr til hurðir til þess að komast inn í næsta herbyggi Nice Hann býr til hurð til að, sko, verja aðra Já, ok Og loka, veistu, að það sé op og býr hann til hurð Einmitt Úr líkamannu sínum Ok, get Það er sama heimi og þú veist Hulk gæti bara gengið í gegnum vegginn eða þú veist Já, nákvæmlega bara brota hann eða eitthvað Amazing bara En pælið samt í því þegar við erum að finna upp þessa gæja sem að, þú veist, Leatherboy og Immortal og eitthvað Þú veist, það væntalega haldin einhver fundur Já Og ég er bara svona hard times bara svona gúrkutíð, þeir bara svona slætum við sér gegn, prófum þetta ábyggilega Hvað getur það gert? Búið til hurð What? Það er bara allt annað búið, sko Hafið þið einhvern tímann hugsað, sko, veist búið til, overhitju hausnum á okkur? Nei Ekki? Nei Superdaddy Nei Ekki þegar þið farið að sofa á eitthvað? Nei Er það bara ég? Mögulega 3 á 7 ára eða eitthvað en ekki í dag, sko Nei, veist, bara svona Kottum við uppskriftana, Birgir Hæ? Kottum við uppskriftana sem þú hugsaður kvöldir Magic Mike Já It's been done Man Super stripper He strips really fast Klæði sig úr og vippar honum út og líð allir yfir Oh my god Herri, ég fór bara á eitt stað Það er fljótur Já, Ég fór bara á eitt stað til að finna lélar óhritir Nú ok Við nefndum mynd sem heit Mystery Man Hvað var það? Vá, já Ben Stiller Já Þegar hann safnaði Gæði með skófluna og eitthvað hann safnaði saman Hann var að búa til overhetju team Ben Stiller Ben Stiller var kallaður Mr. Furious Já, hann var svo reiður Þá var hann sagðist hann fá overkrafta sem hann fekk aldrei hann var bara basically reiður hann öskraði bara mikið hann var svona eldröður í framann en þú veist það gerist ekkert nema bara allir voru bara dýrlega reiður gæði maður passa með honum það er langt síðan og hann fekk sko til þess við sig The Bowler sem var hann að Janine Garofalo keilarinn hún var með keilukúlu með hauskúpin og pappa sínum í og gætt kastaði henn út allt og svo var The Spleen I'm the Spleen hver var það? Það var prumpandi hippin maður já, ok hann gætt skotið svona veist, það þurfti alltaf tói puttar á honum og hann gætt alltaf skotið fólk og það bara leiði yfir það og í bara svo var hérna hvað heitir hann ég mexi kannski leikarinn hann já þessi eini nei, Lego Samo The Big One hann er í öllu Mariachi-gaurinn já hvað heitir hann? Ég er ekki að tala um Banderas Ekki Banderas Nei Þú googlaði það, þú varst að googla á þann Googlaði þetta bara Ég myndi hvað það héti gær sko Leikur hann í vinnur hans Ant-Man Nei Býtu Oh my god, er þetta djóka? Ég bara, wow Dead air Nei Er það googla? Já, googlaði hraðar Googlaði fastar Já, fastar Í Sorry Nei, ok, þetta er ekki hann, þetta er hann leikari Þjóðlar er líkir Já, ok, The Swings Það var gæði sem hann tekið byssur í sundur með huguraflinu Það var svona sennilega Useful Já, þú veist, ég held að það sé svona eini sem var með einhverja hæfileika þarna Já Og svo var náttúrulega, já, The Blue Raja, Hanka Seria hann var rosa góð með gaflamunni já gætt hent göflum í alla og svo The Shoveler hann hvað heitir hann já, ég andliti á hann leikur í Fargo
Shameless Já, og Shameless Já, akkurat með konunni sem lendi í fangisi Já, hann var fær með skóplu gæti til þess að rota með skóplu Ég geti það líka Já, en hann var The Shoveler Og svo náttúrulega aðal gaurinn ipso facto vondikallinn Captain Amazing sem var hvað heit þessi leikarar maður? Oh my lord Anyway Hann var basically bara ríkur og amazing Ríkur og Elon Musk Kinda yeah. Oh my god, þetta svo stór nöfn þessi leikarar Kíkja, ef þið hafa ekki sem Mystery Men kíkja á hana Totally, og ef þið sáu hana þróman í kíkja á hana aftur, ég ætla að gera það Ég horfði hana fyrir svona 2 árum, ég hlóði ennþá sko Já. Er þetta mynd sem gæti verið gerð í dag? Nei, er það nokkuð? Nei. Ég man að lítið eftir henni, en með grunar að sé eitthvað svona pínu á lífinni sko. Ég held að allir var í dag bara svona horfði handrit og svona I got something better Hafið þið heyrt comic The Super Horse? Nei Ekki? Nei Í alvöru? Can't say that I have Þetta sko það var maður sem var að stolka Supergirl alveg bara var ástfangin að henni og síðan kom einhver guð og breytti honum í hest og ég að fylgja þræðinum I kind of don't want to make allt sense og Supergirl var alveg bara elskaði hennar hest var með hann alveg og það eitthvað krýp sem bjóð þetta til og hest þess að gaurinn sem hesturinn þráði alltaf að vera aftur maður til að vera með þessara stelpu Þetta hljómar eins og eitthvað fanfiction gert að eitthvað sveittum gaur með neckbeard eitthvað staðar sko Þetta er líka bara oh my god Þetta er eitthvað gæði sem var friendzoned aðeins og oft og líka sko okkur þarf Supergirl að vera á hesti Nákvæmlega Hún gæti bara tekið hestinu upp á flógið með hann í burtu algjörlega useless Þetta er svo beyond useless og líka sko hvernig ná hann að fá krafta já, það kemur bara einhver guð og breytir hann Af hverju? Engin útskýring hann var bara, fuck you, bang nú ertu hestur og líka hann var að stolka hana sko. hann var að stolka Supergirl Hvað heitir hesturinn aftur, sagði? Pervert Comic The Super Horse Comet The Super Horse Comet The Super Horse og var hann með eitthvað overkrafta þá? Já, eitthvað smá eitthvað flói Það var rosa góða stálker Já Shit Þetta hlýtur að vera eitthvað fanfiction sko Nei, þetta er DC Þetta er DC? Já Jesus Christ DC Ég glemdi smá úr Mystery Man myndinni Já Invisible Boy Invisible Já, Boy það var svona ungu strákur sem vildi joina sko Já og spurði hver hæfileikarnar þess voru og hann sagði I can be invisible when nobody's watching Já, alveg rétt Oh my god En sérst, leikarnir í þessari mynd bara í hlaupi í frægustunöfnin Hank Azaria, Janine Garofalo, William H. Macy Paul Rubens, a.k.a. Pee Wee Herman Já. Ben Stiller og Greg Kinnear og Jeffrey Rush Jeffrey Rush var Casanova Frankenstein Fullt af flottu nöfn Geðveit nátt, Casanova Frankenstein Geðveikt sko Vá maður Æ, þið þurfti bara að loka þessu, þið komum svo frá mér Já, bara ekkert má Svo fyndir Ég alveg, lungu Já, ég veit það Ég fann hana sem að ég tengi svolítið við Gin Genie Já Ég ætla alltaf að segja Ginger, sorry Genie Ginger Boy Já, Ginger Boy Nei Minnum á Flame Boy Flame Boy Nei, hún hét sem sagt Rebecca Parker og hún var sem sagt mutant í X-Static hópnum og hennar ókraftar voru að gera jarðskjálfta eða svona Earth Tremors eitthvað en hún gæti ekki gert það nema að hún væri mjög drukkin Nice og það náttúrulega gengur ekkert alltaf vel þannig að þetta gera það verkum að hinir í X-Static hópnum lentu oft bara mikið meiri vandræðum út af henni heldur en að hún gæti hjálpað af því að hún var bara piss-drunk gerandi jarðskjálft út allt og hún endaði það að deyja on a mission ekkert síðan þannig að já, þetta fannst mér þetta var mjög fyndið eins og þú sagðir aðan það hlýtur að vera fundir yfir þessu við erum að fara að teikna þetta
við erum komnið með ofurhetjuna og allir bara Já, hversu getur hún búið í jarðskjálfta? Já, en bara þegar hún er drukkin nice allir verður skrifið þetta Sold? Ég sá einmitt svona eina svona eitt svona dálk eða þannig, svona eins og comic book dálk eða þannig Já. þar sem hún er eitthvað svona að reyna að klæða sig í eitthvað og það er eitthvað svona rísa monstergaur eitthvað sem er greinilega partur af þessum hóp og hann var eitthvað calm down Becca og eitthvað og hún eitthvað flækt í peysunni sinni bara fuck off I hate all you all eitthvað pissfull ég reyndi að mynda alveg lesa þetta ef ég fyndi þetta blað sko sjómar áhugavert sko Hella steik ég er með hérna eina svona konu Big Bertha Ertu með hana? Já. Ertu með hana? Segð þú þetta svona hérna supermodel sem getur breytt sér í ógeðslega feita konu Já, hún var líka í hérna, Great Lakes Adventures Vá, eru þessi karakter búin til í dag? Nei, þú veist, jú, samt sko það sem ég fann þetta, því að þarna er þetta alveg sko A beautiful woman who can get fat Nei, þarna þessi grein sem ég las þetta, þar var alveg talað að þetta væri bara eitthvað statement on body positivity og eitthvað svoleiðis sko, hún var brjáluð út í hérna, fat jokes og eitthvað svona Já, nákvæmlega Býtu Þannig að hún var gorgeous Svo þegar einhvers að fat joke Þá stækkaði hún og var feit og var reið og hún til dæmis hérna settist á Leatherboy sem að hann hefur ekki mótmælt mikið Comet the horse var að horfa Já, nákvæmlega Bakku ljósast þér That's nice Já, það var þess að hún er ókræftur hún bara gætt stækkað og varð Big Bertha Ég er líka með svona ókraftar en ég er ennþá betra minga þú veist virka bara í aðra áttinni það þér Ég stækkaði einu sinni Er þú þá með Bouncy Boy? Ég fann hann, ég tók hann reyndar ekki inn á blaðið en ég fann hann, já Bouncy Boy Já og stækkar henni svo kúlu og stoppar Oh my god, er ekki fundir þetta og það var einmitt, hvað var það aftur hann átti að fara hann var að vinna okkur í tilraunarstofu með eitthvað svona nýtt eitthvað plastik dót eitthvað svona flubber já, átti að fara með það eitthvað og stoppaði eitthvað á leiðinni til að gambla á hundaveðlhlaup eitthvað, ég man ekki hvað það var og drakk bara það sem hann var með og þá breyttist hann í sem sagt Bouncy Boy Bouncy Boy Þetta er svo það er svo ógeð síðan er ég með sko hérna í lokin sem er sko controversial hjá mér sko ég með það í, veist, sem þeir eru gláð ósamála með sko já, sjáum til síðan er ég með Hindsight Lad Hindsight Lad Þú með það líka? Shit, hvað eru vondar hetjur með þér Hindsight er náttúrulega, veist þú hefur ekki átt að gera þetta vera vitur eftir á bara bara eins og allir geta gert já. Þú ert Hindsight Lad Það kviknaði bílunum Já, það er ekki átt að skilja síkarnar eftir en það Hindsight Lad out Sástu myndir af honum? Já Svo ógeðslega allast sjúklega, þetta er svona feitur kall í svona hvítum spandexskalla eitthvað með hjálm á hausnum með svona tvo svona bíla hliðarspegla sikkur meginn á hausnum á sér Hindsight Þessi er að minna með hann að minna á hérna, einhverju ofurhetju sem að Pétur Jóhann leik í Strákun þetta var einhverju hvort það var í stelpunum með einhverju þetta var einhver svona sketsaþáttur Já, rámar eitthvað í þetta að hérna hann var bara pissfullur hlaupandum með skikkina hlaupandum er miðbæð með skikju og hann sá pör rífast og var hann hætsu, verður góð við hana elskist þið, elski hvort hana og sér hljóparinn burti já, sér hljóparinn burti þetta er eitt besti karakter They was saved já, það er æðislega karakter ég veit ekki hvað hann hét maður, dammit síðan er mér Rainbow Girl já Rainbow Girl þetta er allt svona bara eitthvað stjórnan ekki regnbónum og eitthvað jú af hverju hefur enginn af þessum hetjur sem þið talaði um orðið big fræg nákvæmlega, það er góð spurning sko hvað er tímar á skrifstofunni hjá Comics maður fannstu hérna The Almighty Dollar nei ertu með pening sem sagt sko money is root of all evil sko, the almighty dollar þetta var góða gaurinn sko hann var hérna góða gaurinn það var ofurhettu nafnið hans og hann hét on the nose svolítið sko en J. Pennington Pennypacker hann var sem sagt bara löggiltur endurskoðandi
hann að sótt eitthvað svona self-esteem camp með einhverjum vinum sínum, hann átti greinlega eitthvað bátt með sjálfsáliti og já, og það reyndast að vera skálkaskjól fyrir geðveikan vísindamann sem notaði sérsta tæki til að veita fólki ofurkrafta sem kom í þetta, ég veit ekki til hversi anskotunum, en allavega eftir að hafa fengið ofurkrafta án samþykkis ákvaðu Pennypacker og vinur hans að nota hæfileikann til góðs með að ganga til liðs við glæpa blablabla. En ofurkraftarnir hans voru sem sagt þeir að hann gat skotið pennies úr höndunum á sér. Oh my god. Ó nei, ertu ekki með penning í stöðumælinn? Hérna, húpa. Já. Nákvæmlega. Það var bara bara drita allar niður með pennies. Og þess vegna var hann the almighty dollar. Ef að kaupa hann bíl, ekkert mál. Skjóta penningunum. Ég held að þessum ofurheiti heimi þeir sem eru stórar og frægur ofurheitir í dag verða bara alltaf stórar og frægar af því ég held að allt annars er reynt. Það hljómar þessi búið að reyna allt annað. Já, sko, ég held að þessi meiri séns á að búa til nýja ofur vondukalla, sko. Já, ég er alltaf til í það. Ég held að þessi meira pláss þar, sko. Vantar fleiri myndir þar sem vondukallin vinnur. Já, samanlega. Veist, eins og Infinity War. Það er bara nýjasta myndi sem hann vann. Já, þess að það er svo við. Já, þú veist, það er næsta mynd. Endanum, sko. Já, reyndar, en þú veist, sagan allavega. Þú vissir að hittar að koma. Vondukallin vinnur ekki í sögunni. Það er góði kallið sem endar victorious. Ég er að fara að horfa á Nosferatu bráðum, ég er svona að vona að hann vinni bara. Spoiler alert, þetta er 1936. Ég veit það. Ég er samt mjög peppar að sjá hana, ég fíla þessa leikari. Ég er með 2 hérna í lokin hjá mér. Ertu með Davíð Rögla með mér? Ég er með nokkra, ég er með hérna Cypher, hann skilur öll tungumál. Það er svona gæi á TikTok, hann er lingualizer, hann er að manna fólk að tala við sig á sínu tungumál og hann segir bara hvað tungumál þetta er. Nákvæmlega, þú veist, ég They have a TikTok guy. Já, nákvæmlega, ég skrifaði hérna, þú veist, var kannski cool fyrir 50 árum síðan, en þú veist, það er fullt af tækni sem að gera þetta bara fyrir þig núna, sko. Google Translate. Já, og líka bara að vera Google boy. Já, let me Google that. Nákvæmlega. Got this great keyboard here, man. Við erum komið með overheiti sem heitir Google boy. Google boy. Já. Hann veit allt saman. Trademark, þið með ekki stela þessu. Nei, hérna frá. Svo erum við hérna Dazzler, sem kom 1980 og af því að þetta var 1980 þá hérna hún svo að gætt breytt víbringi eða svona vibration eða eitthvað í ljós. Ég veit ekki okkur. En til þess að geta Ég hugsaði bara strax eitthvað víbrator og það var bara svona ljós ég hugsaði strax það sko. Nákvæmlega, en hún sem sagt notaði náttúrulega rosalega oft disco tónlist bara víbringin eitthvað háttulurum og eitthvað til þess að búa til ljós úr víbringnum til þess að gera whatever. Ógeðslega óspennandi. Mjög óspennandi. Hérna maður sjá Stoneboy Stoneboy sem breytir sér í stein og getur ekki hreyft sig. Nei, og hann missir líka meðveitund. Já. Þetta er svo fyndi. Það er svona Stoneboy activate og sér bara þetta er hann niður. Þarna voru svona að pæla of mikið að vera praktískir. Ég meina, breytir sér stein, ég meina, hvað getur hann gert? Ekkert, það missir bara meðvitund. Já, nei, hvað sér þið? Skrif þetta niður hérna, missir meðvitund. Já, þú getur ekki þetta spennandi með. Nei, hann er sem sagt geimvera frá plánetunni Sven, en það er sem sagt leggjast allir í hýði, bara hibernata í 6 mánuði á ári. Já. Og þannig þeir breyta sér í stein á meðan þeir eru að hibernata og þess vegna missir hann alltaf meðvitund þegar hann er bara sofandi. Oh my lord. En svo endanum lærir hann að halda einhvern veginn meðvitund með einhverju dáleiðslu og eitthvað. Look at me, I'm a stone. Þegar rithöfundar þetta voru bara eitthvað ok, þetta er 700 tímaritir sem við erum að gefa út við getum ekki haldið þess áfram. Ég var að búin með allt plott í kringum þetta. Það stendur bara það. Hljómar ekki gott. Þetta er náttúrulega ógæðslega fucking fyndið sko. Já. Shit, sko. En nei, svo er ég bara, mitt Leatherboy, Big Bertha, já. Ég er með eitt hérna. Ok. Robin. Hann er fucking 10 ára. Hann er náttúrulega bara sidekick. Með enga krafta. Hann á tækinas Batman einhver. Já, hann er svona, nei, ekki Ventriquist. Jesus Christ. Hvað er hann, 5-leikaggur? Wow. Wow. Acrobatic, takk fyrir. Hvað er 5-leikaggur? Þetta er 10 ára gauður sem ætlar að lemja. Hvað ætlar að gera?
slá hann ekki sparki í pungina á honum því að það er ekkert farið að það niður einu sinni var þetta ekki það er alveg bara, oh my god ok Herru, síðan ég með minn senasta Batman Hann ríkur, það cool Batman is stupid sko, þá getur alveg tekið Iron Man líka inn í þetta sko Iron Man? Já Nei, ekkert endilega hann er sömu kraftana Nei, sé nei, Sko- ekki einu sinni, Batman er mikið mér bardaðar sko And fight sko, að ég segja okkur að þetta er heimskulegt hvað er með það? fyrir utan það, hann tekur 10 ára krakka með sér á næturnar að lemja eitthvað fólk sem er með byssur og svona okay. stopna þessum krakka í hættu Já. til að byrja með hann eyðir sko billions of dollars í sjálfa sig til að berja nokkra gauðra sem er að ræna einhverjum töskum þegar hann gæti actually nota alla þessa $1 billion í bara teimi, löðrugluna og allt þetta Já. til að bjarga fleiri fólki eða fleirum svo að he's stupid Boom. I got nothing I hate your logic ok I got nothing að reyta meikar rosa mikið sens já Já, ef þú ert svona mikið psykopath sem fer bara á næturnar og drepur einhvern sem er að stela veski af einhverjum já út af því að hann er dark and cool já hversu fucking og líka það þegar þú komið með sko Batcave og enginn veit hver þú ert hver bjóð til þennan þennan helli já ég Já. veit það og bílana og flugvélana og eitthvað svona Alfred, maður já akkurat sko ef maður krifur þetta niður þá er þetta bara fucking stupid já En ég held samt almennt eigi maður ekki að krifja ofurhlutið sitt niður þú getur krifið allt og þá bara kennst á þá er þetta voða grönt sko. Já, allan þessar tveir, Batman og Robin Hver er upp á þessu ofurhlutin ykkar? Batman já Nei, ég veit að Batman er þinn sko. Hlýtur Nei. bara að vera nei sko Lappandi á næturnar í fílu já hamma akkurat lemjandi heimilislaust fólk út á götu nei minn er Lobo What the fuck is that? Ó, Lobo, það er sko, Lobo er He gets drunk and watches TV nei Nei, hann er alltaf fullur með Já, já. vindil og er bounty hunter og hefur hann er verið að alien bounty hunter sko. sækja Superman og allt þetta hann er Jason Momoa já er að fara að leika hann núna er það? Já. Oh my god, ég er búin að ímynda mér Jason Momoa að leika hann síðan í Game of Thrones sko. Ég sé bara Jason Momoa sem Aquaman Nei, Seaman Lobo er mikið, hann er svona huge, svona hölk-týpa, þú veist, blár algjör svona metalhaus Já. og þau sítt hár og eitthvað svolítið einmitt bara Jason Momoa týpa sko. Hann er basically Davíð ef að sterarnir hefði gengið upp Já nákvæmlega Nei, já, hann er mitt hefur þú veist, farið á móti Superman The Mask líka eitthvað tíman okay. og eitthvað tíman þá leta hann græða í sig svona 24/7 heavy metal útvarp í hausin á sér og það var í gangi alltaf svo eitthvað tíman dó hann sem sagt og hann bara sendur til helvítis og þar er hann bara slítandi vængina á öllum litlu púkanum, lemur djöfulinn í spað og eitthvað, þannig að hann bara eitthvað fuck off, ég vil þig ekki og sendur hann upp til himnaríkja Oh, that's the trick og þar er hann bara slítandi vængina af englunum og lemur alla þar Akkur hef ég aldrei heyrt um hann að gæða Þetta er svo badass sko. Hann er svo flottur sko. Það endar sem þannig að Guð bara, ég vil hann ekki heldur hann verður bara gerður ódöðlegur og sendur aftur þetta niður Lucky son of a og hann er alltaf bara svona space mótorhjóli Já, Geggjað. svona Harley með hauskupum út Ok, ég er til að fá svo mynd Ég er búin að býja eftir þessari mynd síðan ég var 15 ára sko. Það er sko, hjá mér er Lobo, Daredevil og Flash Þetta er svona þrýr svona sem er svona efstir hjá mér sko. Ég er bara Superman sko Þetta er Superman Já Hann er svo leið Nei, hann getur gert það sem hann vill þegar hann vill ef hann hefði aðeins minni samvisku Þangað til að einhver komið með græna stein til hans og þá er hann alveg Ég er búin að vera inn í 40 ára ég hef ekki að það sé græna stein Eða Kjartan Galdrakall Ég var alltaf bara veist, með skot bara í vélbussu sem væri steinarnir sem bara dra döður, Superman, ég vann Fljúðu burtu á super speed Nei, ekki ef þú ert sko
getur ekki skotið hann fyrir að fyrsta. Jú, sást ekki hvernig hann vann Batman? Veist, náttúrulega, hann heldur Já, með hann spear thingy. Já, nei, sko, veist hann horfir á mig, ég er með vélbyssu og svo bara bara, ég þarf ekki að hlaupa í burtu nei, sko Nei, en þú mátt alveg skjóta mig, sé bara bra hann fer Þetta er ekki að gerast hann fer hraðar en kúlan, hann getur séð kúluna, hann fer hraðar en hún hann, veist, út hann af færi því sig bara byssukúlur Hann færir hafi sig ekki bara. högg á hann Nei. hann færi sig bara hann sér byssukúluna á leiðinni til sín hann er með, þú veist hann getur séð allt hann alveg, okkur græn Já, það bara stýður til hliðar með það þetta er, akkur þetta drepa mína svona Flash, hann þá bara fóbrotna Boom Nei, veist, náttúrulega bara flest þættirnir eru ræðilegir það er bara svona Já, ég spreyta svell og hann bara rennur og þetta er sama einmitt í hérna Flash myndunum hérna Ok, Flash á þá heima í lélegum óverreitum Herra, hérna er eitthvað annað sem við erum með? Nei, ok Batman er ekki cool Greinlega ekki við eigum ekki að Batman fyrir öllum Herra, takk fyrir daginn Já, Búnir, takk bye